En við ætlum að setja okkur í samband við sveitafélagið Ölfus og á línunni Barbara Guðnadóttir. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Jæja, nákvæmlega, hægt að gerast. Það er nóg að vera og nóg framundan. Sko, menningin að taka bara allt yfir, allt Suðurland. Það var eitt sem sagði við mig, er ekki safnara helgin helgina? Ég hörglega líka. Já, það eru nefnilega safnara sýningar, eða ekki? Það er safnahelgi náttúrulega, en safnarar eru náttúrulega, þú veist, fólkið, öll safn, þau elska safnara. Já. Ef það væri ekki safnarar, þá ættum við ekki allt þetta dót sem við eigum. Það er bara, og svo eru það, sko, við höfum hérna á bókasafninu oft verið með safnarasýningar og svo fólk að safna alls konar dóti. Já. Alveg ótrúlegustu munum og hinn og þessu, og það eru oft bara skemmtilegustu sýningarnar. Þannig að þetta er ekkert alveg út í hött að segja safnarasýning? Nei. Ja, sko, það er náttúrulega passa kannski ekki við safnahelgina, hún er svona, en það var ekkert vitlaust að hafa einbytta sér að safnara sýningum, einhverja safnahelgina. Nákvæmlega. Það er bara fínasta hugmynd. Ja, þetta er stór og mikil helgi sem framundan er og það er safnahelgin árlegt. Hún er árleg orðin. Og það er væntanlega í nóvember. Já, og það er yfir 30 viðburðir víðsvegar á Suðurlandi og væntanlega mikið hjá ykkur. Það er hérna ýmislegt hérna í Ölfusinu. Við ætlum að vera með opið og við erum með myndlistasýningu hérna á bókasafninu og verðum með opið sérstaklega út af safnahelginni á laugardeginum milli 1 og 3. Og það eru náttúrulega fullt af myndlistafólki úr 10 aðilar úr myndlistafélagi Árnessýslu sem að vonandi verða sem flestir hérna á staðnum. Já. Og við ætlum að vera með heitt á könnunni og svona skemmtilegt. Og svo er náttúrulega opið á sýningunni, jarðskjálftasýningunni í hérna Hverahlíðarvirkjun. Já. Hellisheiðarvirkjun fyrir geði. Já. Alveg Hverahlíðarvirkjun. Má ekki segja svona. Er það nafni sem átti að fara á þetta fyrst eða? Nei. Ekkert verið að halda þessu á lofti. Nei. Algjörlega óvart. Já, Hellisheiðarvirkjun. Ekkert að rugla í þessu. En hérna, og svo verður náttúrulega bara viðburðir út allt. Það er bara ég hvet fólk til að kíkja á Facebook-síðu helgarinnar sem safnahelgi á Suðurlandi sem er með Facebook-síðu. Það var ákveðið að hafa þetta svolítið svona eyða minna í auglýsingar og hérna útprentanir og hafa dagskrána bara á þessum samfélagsmiðli sem að allflestir eru nú á og geta örugglega fengið að skoða. Þetta er opið, þannig að það er hægt að skoða þetta þó maður sé ekki skráður inn á Facebook. Já. Það er bara safnahelgi á Suðurlandi og þá fær maður þetta og það er hægt að skoða hérna ýmsu viðburði og þá eftir að skipta sér niður þannig að fólk átti sig á því hvað er að gerast hvaða daga. Það er það sem auðvitað þetta aðeins. Já. En það er náttúrulega bara opið á, þetta er líka sko aðeins öðruvísi heldur en var til dæmis á síðast ári og hefur verið undanfarin ár. Þá hafa allir verið hvattir til að taka þátt. Já. Og það hafa verið bara mjög margir tekið við sér og verið með eitthvað sem hefur verið mjög skemmtilegt. En við ákvaðum að fara aðeins aðra leið núna og einblína á söfnin, söfnsýningar og setur. Þannig að þetta er miklu minna en það er ekki magni sem skiptir máli, heldur gæðin. Þannig að það er svona færri viðburðir og tengjast þá því sem að yfirskriftin er náttúrulega safnahelgi á Suðurlandi. Þannig að það eru söfnin sem er að opna dyr sínar. Nákvæmlega. En það er margt fleira að vera þetta og fólk hvað til að skoða til dæmis er náttúrulega leiksýning hérna í Ölfusi og er líka fleiri stöðum og það er menningarlífið bara blómstrar. Já. Algjörlega. Heldur betur og ég verðilega að nefna það hérna að ég sé hérna á hafnafrétti.is að Ölfus er í 9. sæti í vali á Drauma sveitafélaginu. Já. Við erum náttúrulega rosalega ánægð með það, en þetta er náttúrulega það er alltaf spurningum út frá hverju við miðum og ég myndi setja það í 1. sæti. Já. En þarna er verið að taka fjárhagsstöðuna. Já. Þannig að þess vegna er það í 9. sæti og var neðar, þannig að við erum glöð að það sé komið þarna upp. Það er búið að taka vel á málum hérna og það er verið að gera góða hluti. En það er margt fleira sem að skipti máli í svona samfélagi og sveitafélagum heldur en fjármálin. Jú,
það er alveg rétt. En þið eru alsi ofarlega á lista miðað við önnur sveitarfélög hér á þessu svæði. Já. Þannig að þið með alveg una vel við. Já, við bara ljótum að flagga þessu alveg í öllum umræðum og samræðum, sérstaklega hefum að fara í næstu sveitafélög. Já, þetta er rándýr sveitafélag. Þetta er bara mjög gott sveitafélag. Algjörlega. Og heyrðu, en ég má til með að segja það frá því að ég var að ferðamálaþingi á Akureyri í gær. Og það er alltaf svo gaman að fara á svona þing þar sem fólk kemur af öllu landinu og er að ræða ákveðin efni og maður er að hitta fólk sem maður er kannski miklu tengslu við og við erum dugleg hérna á Suðurlandi. Ég held að megum bara eiga það. Við erum mjög dugleg að vinna saman og erum að vinna mjög mörgu skemmtilegu verkefnum eins og þessi safnahelgi á Suðurlandi er. En þarna var verið að fjalla skipulagsmál og öryggismál og ýmislegt sem tengist ferðamálum. Já. Og þannig að ég held að það verið öll sveitafélög hefði haft gott að því að eiga þarna fulltrúa. Ég held að flest hafi átt þarna fulltrúa af því að við vorum mynd á hversu miklu máli skipti að skipulagsmálin taki verðist fari aðeins svona gefið svolítið í og verði ekki alltaf einu skrif og eftir þeirri þróun sem á sér stað. Akkurat. Þannig að það þarf að skipuleggja svæði og öryggi og annað svona svolítið áður en að skelfingi dynur yfir. Já, nákvæmlega. Og þá þurfum við verulega að spýta í að því að það er náttúrulega orðin alveg rosaleg fjölgun á ferðamönnum. Já. Og það var talað líka mikilvægi þess að reyna að dreifa ferðamönnum landið og við erum að vinna einmitt að því að ég var að tala þetta samstarf og það er svo sem að verið að reyna að fá fólk til að gera allstaðar, það er að vinna í samstarfi og vera samferða. En við erum að vinna mjög skemmtilegu verkefni sem nokkur sveitafélög. Já. Og það er ný ganga frá Strandarkirkju í Selvoginum í Ölfusi upp í Skálholt. Þetta er pílagrímaganga. Já. Dagagönguleið sem verið að þróa. Þetta er fyrsta skrefið náttúrulega að þróa leiðina og finna hvað er best að fara og vera náttúrulega í sambandi við náttúrulega skipulagsyfirvöld og landeigendur og svo framvegis. En ég held að þetta geti orðið verulega spennandi og það besta við þetta, ég er einmitt núna að búa til gróa ferðalýsingu til að pröfukera ferðina eða gönguna næsta sumar. Þá ætlar ferðafélag Íslands að taka þetta svolítið á sína arma og auglýsa í bæklingunum sínum. Já, frábært. Þannig að það verður hægt að taka þetta verða þetta eru 5 dagleiðir en næsta sumar þá ætlum við að ganga þetta á nokkrum helgum. Taka bara eina dagleið einu. Já. Og við verðum að hafa þetta mjög gróa leiðalýsingu af því það er ekki alveg búið að ákveða nákvæmlega hvernig leiðirnar eiga að liggja. Hvað verður þetta þá bara bakpokaferðalag með tjaldið eða? Já, ef þú vilt ganga svoleiðis pílagrímagöngu, þá getur þú gert það. Það eru góð tjaldstæði út allt. Já. En svo er líka frábær gisting. Það er hægt að vera á gistiheimilum og það er hægt að vera á ýmsum með þess að hótelum og það er náttúrulega allstaðar alls konar spennandi menningaskoða og menningalandslag og náttúrulega margar kirkjur á leiðinni. Þannig að pílagrímaganga gengur út frá því að maður sé svolítið að ganga með sjálfum sér og finna innri frið en hver og einn gengur þetta svona á sínum forsendum. Og ég held að sé bara mjög spennandi og núna eftir að við fórum á staðinn þetta þá heyrir maður af því að það eru margir að skoða eitthvað svipað. Já, væntanlega áhugi fyrir þessu. Mikill áhugi fyrir þessu og það er rosalega aukning í pílagrímagöngum líka erlendis. Íslendingar hafa verið að fara mikið þannig að ég held að þetta sé algjörlega eitthvað sem við erum að hitta á réttum tíma núna. Já, og þetta er eitthvað sem þið stefni á að gera næsta sumar eða? Já, svona pröfukera en svo verði þetta eftir pröfukeysluna eða þess pröfugönguna þá verði hægt að ákveða nákvæmlega hvernig við ætlum að hafa leiðina, hvernig það hefur gengið að ganga það sem var fyrirhugað og svo þarf náttúrulega að merkja og kynna og markaðsetja. Algjörlega. Þannig að þetta er spennandi. Þetta er flott. Hefur eitthvað heyrt meira þessi áform hótelbygginguna við Hafið Bláa? Bara það sem við ræddum í síðustu viku, þetta er maður búin að sjá teikningar mjög flottar og ég held að það sé bara verið að vinna þetta áfram, þetta tekur náttúrulega allt. Það gerist ekkit rosalega mikið á einni viku svo sem. Já, ég meina. En það verður spennandi að fylgjast með þessu áfram.
Sjáðu Róm, var hún ekki byggð á einu degi? Einu degi, já. Við eigum ekki bara að taka okkur það allir fyrirmyndar. Nei, Já. það verður ekki vanda sig við þetta. Þetta er- Það sé alveg aðalmálið. Nákvæmlega. Þetta er flott, svo náttúrulega má tala hérna um félag eldri borgara, það er konukvöld núna á annarkvöld. Það er konukvöld annarkvöld og svo erum við að undirbúa líka svolítið svona viðburði tengslu við konur 7. nóvember undir yfirskriftinni Áfram stelpur. Þar verða nokkur erindi og tónlist og samsökur og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Þannig að konur kíkið á viðburðardagatalið. Algjörlega. Þetta er flott, bara Guðnadóttir, takk fyrir þetta og eigum góða helgi sem framundan er. Takk. Takk.